langbesta sjoppan sem að ég hef komið í og hún æðislega góð. Besta sjoppan sem að ég hef komið í. Hún æðislega góð. Við erum komin hérna með Gylfa Ægisson, sitjum hérna upp í Jónsgarði, fallegum sumardegi. Gylfi, hvaða flakk á þér hérna vestur? Ég með tónleika, sem sagt, framhald bara af því sem ég var með í salnum í Kópavogi. Syng vinsælustu lögin mín og að segja svona greinsögur. Já, ertu búinn að fara við það? Já, ég búinn að fara austur, ég búinn að fara norður og núna ég að taka vestfirðina. Síðan ég búinn að fara til Eyja, ég fór bæði sjómannahelgin og helgin áður. Þetta búið að koma bara mjög vel út, sko. Ég bara einn að túra þetta. Já, ég líð því við Djaggarjærum, sko. Já, ég tók þetta því. Já. Blessaður. Blessaður. Hvað nú ertu búinn að vera lengi að, halda voðalega margir að þú sért Eyjamaður, ekki? Jú, halda margir að ég sé Eyjamaður og Eyjamenn líka meira að segja. Já. Svipað með Múkisson, halda allir að hann sé Ísfirðingur. Já, ég held að hann væri útlendingur. Já. Af því að þetta er Múkisson, sko. Sígunni? Já. Já, en þú veist hvað, fæddur á Siglufirði? Já, ég fæddur á Sigló. Já. En þú komst nú eitthvað við hérna að vera vestan á síðan tíma? Já, kom við ýmislegt. Já, hvað, þú varst í Súðavík og í Bolungarvík? Já, og á sjó, ég var á Gylfanum í Ísafirði. Já. Bara skammt frá Freyju niður Foss, 67. Já. Í sama veðri, óveðri. Já, 1967. Já. Hvað hét hann ekki? Dóri eða Halldór? Halldór Halldórsson, skipstjórinn. Hann var með hann í þessu brjálaða veðri, maður. Þegar Freyjan fór, sko. Ísingi var rosaleg, maður. Þú veist að berja? Já, við fórum með faðir voru strákarnir, sko. Frammi og í beltin, hann skipa okkur var í beltin og svo fórum við að brjóta ís. Eina skipt sem ég var með faðir voru með áhöfninni, sko. Já. Hvenær hættir þú svo sjónum? Ég hætti á sjónum, ég man ekkert hvað báturinn hét sem ég var á síðast, en það var bátur frá Keflavík. Það var bara stutt á hann ég hætti að drekka brennivín, sko. Ég var mikið heima í Rúna Júl á því tímabili sem ég var að hætta, sko. Já, Keflavíkinni? Já, það sem stúdíóið er núna, eða það sem Hárgrildstofan var hann niðri, sko. Er eitthvað til í því að þú byrjaði kannski þinn hljómsveitaferil hérna fyrir vestan, eða varstu byrjaðar að... Ég með Kobba, það má eiginlega segja það, já. Af því að síðan stofnuðum við, ég og Frikki sem kom einmitt frá Keflavík, stofnuðum við Eymenn í Eyjum sem enn lifir. Já. Ég held að sé enn spyrir lifandi svo hljómsveit, sko. Ég las nú einmitt bókinni hljómsveitina Berki. Já, þetta er út af því að ég lendi í svona látum við að Börk heitinn Ákarsson í Súðavík og endaði með því að ég held sennilega lífi bara út af því að ég ákvað að spila í hljómsveit og spila eins og kannski ef við lesið bókina eða lesið að spila semst í Bolungarvík. Hann var ekki sáttur við það, þannig að það var svona rútína sem gekk á, þannig að ég var komin hringinn og var á Gylfanum þegar Freyjan fórst. Ég átti að vera á Freyju. Þannig að gítarinn bjargaði þér? Gítarinn bjargaði lífið mínu, má segja, sko. Bjóstu í Ergardalunum? Já, við bjöggum þar ég og vinur minn eftir að það fylltist alltaf reyk borð. Já. Stjáni var að steikja læri og ætlaði að vaska upp, ég steikti lærið og Stjáni vinur minn ætlaði að vaska upp en glemdi því maður og svo vöknum við og ég finn þessa rosalega reykjalykt maður og segi Stjáni, hvað vaskaði ekki upp? Nei, Gylfi, ég glemdi því og nú ég rauk maður og hellti vatni í svona kastarólu maður og opnaði eldavélina og skvetti maður og ég sá bara eld hafi komið út úr vélinni og ég var á undan eldinum upp, ég var svo fljótur maður, upp stegan. Nú þetta gerðist bara svona, Nikka mér var á borðinu, það sá ekki á henni. Stjáni var í kogi í nælonskirtu og þegar ég svo óður reykinn og eftir til aðtöfum Stjána þá voru allar augabrýrnar farnar á honum. Það var bara, það var bara horfið maður og skegghýingur, hann var eins og nýrakaður og smá blettir á skirtunni. Það sá ekki á Nikkunni, en þá vorum við að fara á hjálpræðisinn og hann kallaði geimfararnir á eftir maður.
Hefði ég skellt hérna, skvett og skellt lokinu, þá hefði við svifið bara eitthvað. Voru þið lengi á hernum? Já, ég var náttúrulega lengi á hernum. Meðan að þetta var svona lagast allt. Já, þá var ég sko, það var þá sem að ég var svona, var í rúminu með einni þarna á hernum þegar að, alveg eins og kanina maður, þegar að einhver kerling opnaði dyrnar og sagði, þetta má ekki gera í þetta hús. Ég vitleisa maður. Hvernig fannst þér skemmtanalífið hérna fyrir vestan? Fínt maður, fínt. Kynntist þau einhverjum vesturskum tónlistarmönnum þá? Ég ætla alltaf að segja vesturskum stúlkum maður. Já. Það að tala um einhverja tónlistarmönnum maður. Já, ég kynntist tónlistarmönnum líka, bara mjög flotti tónlistarmenn, bæði pabbi hans og hérna Villi Valli. Já, hann BG. Og Geiri Keilavinu minn. Já. Hann var líka og hefur verið mjög fínn sko. Rúnar Þór, ég náttúrulega kynntist honum þegar hann kom til Reykjavíkur, þá kynntust við og þess vegna var hann svona flott fyllibetta sko. Kennt honum? Já, það var svo ódýrt að gefa Rúnar að drekka því að kostaði ekki nema svona 130 krónur á dag. Þá var hann bara steindauður sko. Þoldi ekki neitt. Hún var bara frábær manneskja, Ingibjörg í BG. Já, Ingibjörg Guðmunds. Samdi lag hana einmitt á hótelinu á Ísafirði. Nú, hvaða lag er það? Það heitir, það byrjar svona Dararirararei, dararirararei, darararirararei og svo kemur það Baralalalalalalararei, daralalalalalalalei. Þetta heitir Þú átt afmæli í dag. Já, kannast eitthvað við svona létt laglínuna. og fjörut, já. Þetta samdi ég Ingibjörg í BG. Við vorum, sem sagt, ég var með hótelherbergi og hún kom og heimsótti mig. Gaf mér eina léttvin og ákvaðum að semja, sem sagt, lag saman að ég samdi þetta lag hana, sko. Samstarfið þitt við Rúnar Þór og svo Megas, hvernig hófst það? Það var eiginlega Ási sem byrjaði, hann vildi fá mig og Rúnar Þór, sko. Ásmundur. Sem gaf út fyrri plötuna með okkur. Já. Rúnar datt í huga að fá Megas líka sem betur ferð, því að hann er ómissandi. Gaman að honum. Já. Það er honum að þakka þetta samstarf, það kom ykkur saman? Já, Ása Rúnari, já. Og Megas að segja já. Og hvað, það er konar hvað, 3 plötur? Nei, 3. platan kemur núna fyrir jól. Já. Ég kannski má ekki alveg segja strax hvernig plata það verður, sko. Hún verður þetta aldrei svona sniður. En Megas, hvernig er eigað hann? Er hann alltaf eins? Megas er alveg þrælfínn, hann hefur verið fínn sjóari, hann er svo segum að. Hann rann á fréttablaðinu og Hallisbrotnaði samt mætt hann. Við tókum bara á hann gítarinn, hann gæti ekki spilað. Nei. Hann er alveg rosalega fínn maður og bara flott típa og skemmtilegur. Þeir vilja, Rúna vill að ég máli hann og Megas en ég sagði við hann að það myndi aldrei seljast maður. Já, ég verð á Súanda í kvöld, núna, á föstudagskvöld. Á morgun laugardagskvöld verð ég í Krúsinni og sunnudag í Bolungarvík. Nei, jú, í Bolungarvík. Já, 17. júní. Sama húsi og við vorum í hérna eftir að Koppi var komið með félagsheimili. Ég held að þetta ekki sama félagsheimili? Jú, bara endurbætt. Gaman að enda þar maður. Já. Endurbættu húsi. Þannig að þú ert að kynna nýja plötu, nýútgefna. Já, sko, ég er að syngja vinsælög eftir mig en er leið sem sagt að kynna nýja diskinn sem heitir Á frívatninu. Flakkar og Moby Dick. Já, Flakkar Moby Dick. Bíliðin. Já. Hvað ert þú búinn að lengi, hvað áttu langa feril? Erum við að tala 40 ár svona? Já, 40 ár. Ég byrja sennilega sko, já, í kringum 70. Þá er ég náttúrulega búinn að gera í Sól og Sömaril sko. Þú náttúrulega byrjar því að semja ólega mikið fyrir. Já, áður en ferillinn hófst sko. Þannig að í Sól og Sömaril, það er lagið sem rauninni kemur þér á korti sem lagahöfundi. Já, og Minningu manns og Nákvæmlega. og EBA
og hljómarnir gerði svo plötu þarna strax á eftir með lögunum mínum. Segðu mig söguna þegar Logar tóku Minningu mann. Þegar Logar tóku Minningu mann... Með sambandi við textan, þeir miskildu textan. Já, þeir miskildu textan. Á góð saga. Já. Það er út af því að þegar ég söngandinn og spilaði þá var ég tannlaus og blindfullur. Og þeim heyrðist ég segja, sko, ekki brennivín úr sæ, sem að þráði brennivín úr sæ, heldur brennivín úr stæk. Óli segir ennþá, þú sagði það víst. En sko, ég læt allt ríma, þú veist, í öllum textanum. Nákvæmlega. Og þetta náttúrulega rímaði líka, en þetta fór fyrir orðabók Háskólans. Hvað þessi stækur væri, sko. Og þetta var sungið, svona, ekki? Jú, Já. Óli söng þetta svona inn. Ég veist ekki hvað var að segja þig, maður. Þetta var bara því að tannlaus, sko, og blindfullur, en stæk fengu þeir út í orðabók Háskólans spekkingarnir eftir mikla vangaveltur að væri svona drykkjarílát. En Rúnar, hann tekur upp fyrstu plötuna þína? Nei, það eru hljómarnir og síðan fer ég til Rúnars alveg, sko, með Meira salt. Hann gerir 2 sólóplötur. Síðan Meira salt sem var sögulegasta platan á Íslandi 1980. Síðan áfram Halastjörnuplötur og svo ævintýr minn Hans og Gretu og allt þetta sem ég gerði fyrir hann söngleikjum. En á hverju urðu sjóaralög svona vinsæl á Íslandi? Nú, við erum í rauninni sjómenn, sko. Var þetta eitthvað svona fyrirfram ákveðið á þér og Rúnari? Komum með Halastjörnuna? Komum með þetta þema? Nei, ég náttúrulega var búinn að vera með þetta og hef alltaf verið með þetta, sko. Ekkert breytt neitt út frá því. En það var Halastjörn á leiðinni, Heili eða hvað sem hún heit. Og þessar plötur áttu sem sagt að vera út af því, sko. Áhöfn á Halastjörnina því hún var að koma. Já. Þannig að áhöfnin á Halastjörnina, það varst þú og Rúni Júl. Já, og margir fleiri. Páll Óskar, Já. Engilbert Jensen, nú Árni Skeving og fleiri, sko. Allir sem komu nálægt. Já. Var túrað mikið með Halastjörnina? Við túruðum einu sinni, held ég. Það hefur verið meira svona stúdíóverkefni? Já, og þetta var rosalega mikið spilað, maður. Það eru 2 lög sem hafa verið svona mikið spilað á Íslandi. Það var rannsakað af útvarpinu, sko. Allavega með lagið mitt. En hann sagði mér, hann Steini Egger, sko, að Heim í Búðardal hefði líka verið svona vinsælt. Að það Stolt siglir flegið mitt var vinsælasta lagið 1980 og næst vinsælasta 81. Þá var könnunin gerð 81 og gefin út plata og þar átti ég 3 af fyrstu lögunum, eða 3 lög af 10 semst í fyrsta seti. Á hverju heldur þú eigið svona mörg vinsæl lög? Já, nú veit ég ekki, þú voru að spyrja Djaggar að því. Það er ekki sáttur bara við mætinguna, svona almennt? Jú, ég er alveg rosalega sáttur með mætinguna. Þetta er búið að vera frábært. Það eru konur yfir 1000 sem hafa séð þetta sjó. Já. Þú segir sjó, þetta er náttúrulega, þú ert ekki bara að spila. Nei, þetta er bara uppistand líka og grín. Já. Segi bara svona grínsögur og... Einhverjar reynslusögur að sjálfur? Já, og bara sögur sem hafa gerst á sjónum og annað og fólk hefur hlegið mikið að þessu. Maður sé bara hann í kok á fólki stundum. Þetta er ekkert legasögur, sem sagt? Ekki náma 10% mesta lagi. Já. Mikið undir beltistað? Nei, voða lítið, maður. Svona kannski 50%. Lagið þitt, Minningum mann. Já. Þetta er náttúrulega vinsælt lag. Ég held að ég spilaði í öllum partíum sem ég fer í. Það er búið að seljast yfir 100.000 eintök þetta lag á mörgum plötum, sko. Hver er sagan á bak við þetta lag? Sagan á bak við þetta lag er það að ég náttúrulega kynnti Skolla Valda sem var gamall drykkjumaður. Hann hafði verið sjómaður, alltaf berhentur í aðgerð og öllu, sko. Hann vildi ekkert vettlinga, maður var í frosti og krabbi og alltaf berhentur. Og þó þetta sé ótrúlega, þá var þetta satt og svipa var hjá okkur á tórunum nema við vorum með, sko, vinnuvettling og við máttum ekki vera með gúmmivettling í gamla daga. Þá var allt á dekkinu, sko. En þú veist, maður byrjaði bara á því að sprauta á vettlingana eða frost. Það var betra að fara í að blauta heldur en heita þegar maður byrjar að vinna. Og svo rauk bara úr svettir. Þannig hefur verið hjá Galla, sko. Að hann hitnaði leið á hann fór að vinna. Bara gerist þannig ef maður hreyfir sig mikið, sko. Eða hendurnar á fullu. En hann bauð mér einu sinni heim til sín. Og þá skal ég segja að þeir var búið að bronsa allt inn í honum. Það var bara silfurbronsa allt húsið, maður, af því að það voru alltaf svona aumt að sjá, sko. Og einu sinni var ég að hugsa Galla, þá samdi ég lagið Minningum mann.
bæði lag og texta semst eins og ég gerir nú alltaf. Já, Sjúttirarrei heldur sé eina dæmið og ég samti ekki það lag heldur textan. Já, og þetta var svona dálítið eymdarlegt líf en ég náttúrulega þekkti þessa stráka alla og drakk með þeim og þetta var fína sálir maður. Alveg yndislegi menn sko og duglegir sjóarar og mér fannst mikið skemmtilega að vera með þeim en einhverjum flottum svona uppáklæddum sko. Við vorum bara annarkvort berir ofan í ullapeysum. Þetta lag fjallar hann? Fjallar Gulla. Já. Ég byrja alltaf á þessu lagi í prógraminu mínu, létt og fjörugt og prógramið þannig að þetta eins og, þetta sé hljómsveit, ég er bara með gítar og búinn að spila undirspilinn á tæki og þannig að þetta kemur bara út eins og hljómsveit. Og ég byrja á því, það létt og þá allir bara, ég vildi alltaf bara koma strax inn í dæmi og syngja allir með, það er svo gaman sko. Mikið meira gaman að því heldur en að vera glamra einn og syngja fyrir fólk að fá það bara allt með sko. Það er kunstinn ef það tekst sko. Það einkennir svolítið lögin, fólk getur sungið með. Já, það er út af því að þau hafa verið spiluð svo mikið, þau lög sko. Fólk hefur bara alist upp með þessu. Ég er að skemmta mikið í afmælum fólki, krökkum sem eru kannski 20-30 ára sko. Sem að, það var bara filter sem voru lítil upp. Nú styttist í kosningar. Þú hefur nú einhver reynslusögur að fyrrum forsetum, ekki? Kristján Eldjárn, hann var yndislegur. Ég lenti í einu svona að reiðast á með 3 menn og ég var illa til fara og skótnir voru þannig að þeir, sko, það var bara eins og væri munnur á þeim. Sólarnir voru bara fallnir, sko. Þannig ég var eins og sérplinn maður. Nú, mig vantaði afréttara, svoleiðis að ég hringdi í Kristján forseta og spurði hvað hann geti lánað með 5.000 skall. Hann var þá niður í stjórnarráði, sko. Hann sagði, já, komdu bara Gilli minn. Nú, svo kem ég hann inn og allur rifinn og tættur maður og blóðugur að þá kemur hann útkastari ykkur í stjórnarráðinu og ætlar að henda mér út. Þá segir konan, láttu Gilvi að vera, forseti býður eftir honum. Þá var Stjáni að lána með 5.000 skall. Ég borgaði það seinna með 2 málverkum, sem sagt á skútum og 5.000 skall, ég borgaði hann líka. Þá fór ég bara, sem sagt, á Bessastaði. Kristján var fínn kall. Svo hringdi ég einu sinni, sko, þegar hann átti afmæli var 60, þá hringdi ég, þá vorum við á Kleppspítalinn á Rúnaþór. Ég tek að fram, sko, að hann var sjúklingur en ég var svona í, hvað er að kalla það? Starfskynningu? Starfskynningu? Starfskynningu. Nei, við vorum báðir sjúklingar maður. Já. Og þá átti hann afmæli, þá hringi ég í, sko, skeita sem að, þú veist, það eru sendt svona skeiti. Já, herði, ég er á Kleppspítalinn og ég ætla að senda forsetann skeiti. Hún hélt ég að vera snarruglað maður. Og það er ljóð eftir mig. Nú, hvernig ljóðið? Já, það er svona sko, nú 60 ertu dáða drengur, í dag mun gleði í sölum óma, ég vona að þú lifi lengur, þú landi þínu ertu sóma. Þá hefur náttúrulega hugsað, heyrðu, hann er ekkert óðarlega ruglegar þessi, þannig að þetta var sendt til Stjána. Komst til skila. Já. Í sól og sumari, ég satt eitt varanda. Í sól og sumari, ég samdi þetta lag. Fuglarnir sungu og lítil falleg hjól. Loftið blá, þetta var fögur sjón. Í sól og sumari, sem leikur lítil börn. Ljós við litla tjörn. Í sól og sumari, ég satt og horfði á. Regnað þrasta móður, matanga sína smá. Faðirinn stoltur, hann stóð þar sperrtur hjá og fagurt söng
svo fyllti hjarta frið. Í sól og sumari sér lekur lítil börn, ljúft við litla tjörn. Da-da-da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-da-da, svo löllum við. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da, flott sól og la-la.